dreymdi drauminn hestana 4 á meðan hún gekk með mig. Viltu segja mér sögu? Ekki núna, Sanna mín, seinna. Á ég að segja þér, þegar Egill Skallagrímsson herjaði á Noreg, át skýrið, drakk bjórinn og gubbaði svo yfir bændurna. Nei, oj. Jú, þú verður að vita allt Egill. Hann byrjaði að drekka þegar hann var 30 ára gamall, orti sitt fyrsta ljóð 6 ára gamall og hann drap mann þegar hann var 8 ára af því hann tapaði fyrir honum í fótbolta. Það voru nefnilega sem 2 bræður. Annar hitt Áni og hinn hitt Maðkur. Þeir voru kallaðir Ánamaðkur. Hvað svo? Segð meira. Það er ekkert svo. Það var einu sinni kona. Og það kallaði á son sinn og sagði: Jessi! Jessi minn, komdu strax inn. Kom sonurinn, horfði á mömmu sinni og sagði: Ég heiti ekki Jessi. Ég heiti Jesús. Jesús kallar Jessi. Æja, Palli lætur sér þetta svo margt í. Takk fyrir mig. Ég játaði að með tímanum hefur Dagný orðið æ meiri hugarburður. En eitt sem var hún stúlka í raunveruleikanum, þar sem fólk er hamingjusamt og elskast. Blóð þitt þýtur í æðum mín. Ef ég gæti, myndi ég fylla herbergið mitt af kossum þínum, læsa þá inni og fleygja lyklinum burt. Þú talar eins og skáld. Ég er stórskáld. Það er bara ekki komið í ljós. Ég er ekki maður. Ég er ský í buxum. Þú ert ekki á jörðinni. Jörðin? Hvar er hún? Hún er í veruleikanum og hann skiptir engu máli. Þú veist hvað heimspekingurinn Hegel sagði þegar einhver hélt því fram að kenningar hans væri ekki í samræmi við veruleikann. Hann sagði: Vesalings veruleikinn. Mikið hlýtur hann eiga bát, en ég á ekki bát. Ekki ef ég á þig. Með þetta á hreinu, veist alveg hvað þú vilt. Ég vil ná þessu villta. Óreiðunni innrannið okkur. Landslæginu þar, skil. Eldgosunum í sálinu og jarðskjálftana þau við eðlum okkur. Og enda sem heimsfrægur listmálari. Brjálaður en frægur, eins og Van Gogh og Gauguin. En þú? Ég er blessaður. Ég verð útkjálkatannlæknir í einhverju krummaskuði. Það sem helsta útrásin verður að draga geiflurnar úr pólitískum andstæðingum. Rökkvaldur, ég veit þið finnst það asnalegt. En ég hefði ekki trúið að ég geti orðið svona ástfanginn. Dagný er frábær. Vertu ekki svona vitlaus. Ótrúlega hvað þú getur verið barnalegur. Dagný er yfirstéttastelpa. Hún er á smá mótþróaskeiði núna, svo snýr hún aftur til föðurhúsanna. Sannaðu til. Og þá verður lok og læs, allt í stál, lokað fyrir Pál. Nei, við Dagný ætlum saman út í heim. Dagný,
fljótur. Hún verður brjáluð. Augnablik, mamma, ég er alveg að koma. Mamma, þetta er Páll. Páll. Og hverra mann eru þér, Páll? Ég er Ólafsson. Mamma heitir Guðrún. Og með leyfi við hvað starfar faðir í þar? Leigubílstjóri á Hreyfli. Ég vil að þú komir upp og finni mig. Það er ekki átt að segja að pabbi þín var í leigubílstjóri. Hún var ógeðslega snobbuð. Ég hélt kannski hún skipti við aðra leigubílastöð. Fattar ekki neitt. Lífið er ævintýr, sölu að bjána. Thou comest to use thy tongue, thy story quickly. Well, say, sir. As I did stand my watch upon the hill, I looked towards Burnham, and anon methought the wood began to move. Liar and slave! Let me endure your wrath if it be not so. Within this 3 miles I see it coming. Say, a moving road. Spurði ég stjörnurnar frétta. Sagði vindurinn mér tíðindi. Áður kom hún brosandi á móti mér. Áður hló hún í dyragættinni. Krakkar, við mun að tyggja matinn vel. Helst 36-unum. Það segja náttúrurækninga minn. Hann Ívar bróðir, hann hefur verið náttúrulækningamaður í mörg ár. Hann stundar skíði og fer allan heim. Það er vitið því að hugsa færi. Palli, ætlaðu ekki að segja mér sögu? Nei, ég er svo illt í hausnum. Hvað er það? Ekkert, ég bara trefast úr hausverk. Skrítið með Rögnvald. Svo margt af því sem hann sagði kom í ljós. Hann virtist heyra í klukkum heimsins, jafnvel í eigin kirkjuklukkum. Palli minn, viltu finna mig aðeins? Það er ekki gott að hanga sem inn á herbergi heilu dagana. Menn getur orðið skrýtnir að því. Ég man eftir einbúa í sveitinni sem aldrei kom meðal manna. Hann var orðinn stórfurðulegur.
Bara leiðum. Þú ert aldrei heima. Páll, ég var búin að segja þér að ég vil ekki vera svona bundin. Dagný. Þú veist, ég get ekki hætt að hugsa þig. Ég elska þig. Mér líður ekki vel. Þú veist að það gengur ekki upp. Þú samt kemur hérna í tíma og ótíma. Ég vil bara að þú láti mig í friði. Mér þykir samt vænt þig. Þú vilt að ég fari? Ég finn ekkert sem getur skýrt þennan höfuðverk þinn. Ekkert. Getur ekki verið, Páll, að þú sért með höfuðverk í hjartanu. Læknirinn spurði hvort ég væri með höfuðverk í hjartanu. Ég held að hann hafi alveg rétt fyrir sér. Dagný. Það er víst ball þarna á morgun. Mér langar til að bjóða þér. Nei, ég ætla ekki að fara. Af hverju? Mér finnst bara ekkert gaman á svona böllum. Mér langar ekki. Það er ekki alltaf svona stórdansleikir. Allt liðið mætir og... Já, mér er alveg sama. Mér bara langar ekki að fara. Mér leiðast þessi böll. Ég skal fara með þér í bíó. Það? Ég er til í það. Á hvaða mynd? Ég held að sé verið að sýna Chaplin í Háskólabíó hérna Borgarljósin. Hei, Palli. Já. Ertu ekki svona leiður? Það enda allir í ástarsorg. Ég sagði þér það. Það var bara smá mótþróaskeið hjá Dagný. Og svo eins og ég sagði, lokun læs, allt í stáli, lokað fyrir Páli. Núna áttur að ná sér í einhvern feitan göld. Hafði ekki áhyggjur. Það er nóg af fiskum í sjónum. Ég var bara að vona... Veist... Ég þoli þetta ekki. Látum hann standa úti með 2 bíómiða. Látum hann sitja einan í myrkrinu. Og það á Chaplin mynd. Það skiptir miklu máli að þetta var Chaplin mynd. Og svona sorglega Chaplin mynd.
Ég hef átt miklu auðveldara með að sætta mig við málinu ef þetta hefði verið einhver önnur mynd. Til dæmis apaplánetan. Svona eru þær. Heyrðu. Sérðu þennan? Flottur hnífur. Egill Skallagrímsson hefði ekki átt í miklu vandræðum með að væta þennan kutta blóði. Já, það er búið að runda yfir matinn minn! Beðið í röð eins og aðrir. But I'm not like everybody else! Það leikur ekki fyrir neginn kæra. Keyrum þig heim. Þú ættir að athuga þinn gang. Alvarlega. Einhver var að reyna að bregða fyrir mig fæti. Einhver var að reyna að bregða fyrir mig fæti. Nei, takk! Ég vil ekki sofa hjá þér! Sama hvað þú reynir! Smjattaði ekki svona, ha? Smjattaði ekki svona? Já, þú smjattar! Svona gerir maður ekki. Þegiðu! Þú ert brjálaður! Þú veist hvaðan Hall er viðkvæmur. Sagði frá þegja. Þetta gengur ekki. Við verðum að gera eitthvað. Þetta er ekki eðlileg hegðun. Þú vilt setja hann á spítala. Hvernig verður hann þar? Engist í spennitreyju eða liggur í lyfjamóki? Hvað segir fólk þá? Það er allir fannir að líða fyrir þetta. Við verðum að hugsa hinn börnin. Það er nágrannakonan. Þetta vil ég ekki hafa. Ég hef ákveðið að þiggja boð þitt holdlegt samræði. Þér er velkomið að koma yfir til mín og þú þarft ekki að hugsa manninn þinn. Hann er uppspuni frá rótum. Viljirðu heldur skriflegan samning hann einnig í boði. Virðingarfyllst, Páll. Pabbi og mamma vilja ræða við mig. Þau eru að biðja mig að koma fram að borða, biðja mig að koma fram að ræða málin, biðja mig hitt og biðja mig þetta. Þau lofa að gera ekki neitt. Þau lofa að segja ekki neitt. Palli minn. Það er sunnudagur, við ætlum í bíltúr.
Ég kem. Mikið er undarlegur liturinn á þessu húsi. Það var að segja. Eru það að gera grín að mér? Þetta hús er eins á litinn og jakkinn minn. Hvernig vita þeir á Morgunblaðinu að ég er listmálari? Hefur þú sagt það? Ha? Hvað á ég að hafa verið að segja þeim? Ha, segir þið? Hver er það sem eldir mig með myndavél? Ég veit að það eru þið sem standið á bakvið þetta. Talaði varðstjórinn við ykkur. Hvað ertu að tala, Páll? Nei, þið þykist ekkert skilja. Eru sem að ljósmyndur og blaðamenn í fullu starfi. Hvað fá þeir í kaup? Þessi ungi maður ætlaði að halda málverkasýningu á lögreglustöðinni. Eðlur og krókódílar eltu mig. Hrukkótt skrýmsli reyndu að kyrkja mig. En svo kom Guð. Hann sagði að ég veri síðasti maður jarðarinnar. Að ég ætti að hefja smíðar og breyta herberginu í örg. Verður þú borð? Palli minn, hann Rögnvaldur í símanum. Segðu honum að hnífurinn sé í tjörninni. Sko, sagði ég þér ekki? Haraldur, Palli vill fá að leita í töskunni. Er alveg snar? Kom, sagði ég ekki? Hvað geymir byssuna í töskunni? Kom.
Hvar er ég? Á Kleppi. En þú? Ert þú þar líka? Já. Ég heiti Brynjólfur. Og við höfum að reyna að leysa úr þessum málum. Nú þakka ég mínum sæla að það var Brynjólfur sem stóð þarna en ekki Lúðvík. Brynjólfur er með mikla prófgráðu frá Bandaríkjónum í mönnum eins og mér. Nú tilheyrði ég veröld hinna vitskertu. Ég var gúgú og gaga, bimmilim og bombom á eilífum byrjunarreit, á eilífri endastöð, einfari að atvinnu. Færðu enga peninga? Færðu enga peninga fyrir að hafa samið öll bítlarvegi? Nei, þeir heyrðu þetta allt saman. Ég lokaði hérna á spítala og sendi þeim þetta bara með hugskeytum. En núna þegar bítlarnir eru að hættir? Það breytir engu. Þeir halda samt áfram að fá skeyti og senda frá sér lög. Þess að verður þetta skiptir engu máli. Það er ekkert varið í bílana. Þetta eru asnar. Ómenntaðir hafnaborgarstrákar. Þeir eru að minnstakosti betri en Hitler. Verð þú ekkert að tjá þig Hitler? Þú talar eins og nasisti. Dolli vissi vel hvað hann söng. Þess vegna vildi hann láta útrýma geðsjúklingum eins og ykkur. Akkur er hann svona mikill nasisti? Alltaf þegar hann kemur inn, trúir hann að það sé Hitler. Og þegar hann er í einangrunarklefanum heldur hann að sé í neðanjarðarbyrginu og hentar blásýranda sér á Evu. Hann var í háskóla í Englandi, alveg svakalegur haus. Hann veit allt lyfjafræði og bókmenntir. Akkur er Hitler? Ég veit það ekki. Ég hef aldrei hitt þessa gömlu. Napoleon og Bismarck. Bara Hitler og Kennedy. En mér myndi alveg nægja að vera bara forseti Íslands. Pétur, af hverju? Af hverju? Pétur, sjáðu mig. Sérðu mig? Og þú svona? Jóhanna! Jóhanna, bíddu! Jóhanna! Jóhanna, bíddu! Bíddu, Jóhanna! Slupp! Jóhanna! Jóhanna! Ekki fála! Slupp! Ég vil tala við!
Jóhanna! Jóhanna! Ég vil tala við hana! Ég var trommuleikari. Nú lofta ég alla kjöðunum. Hljómurinn í trommunum eins og fótatak varðana. Heyrðu Óli, þegar ég var lítill, þá gengu sjúklingarnir í búningum. Svona strigapókum. Það löngu búið að breyta því. Nú stefnan að gera spítalana sem líkasta heimilum. Akkur ætli það sé? Ég held að sé vegna þess að heimilin orðin svo lík spítalum. Sko, heyriru, þetta bassatromman. Bassatromman í tilverunni. Eins og blues sem man ekki lengur hvað hann fjallar. Inn í herbergi. Já, herra hótelstjóri. Manstu nokkuð nú með hvað? Kjartin! Veist þú ekkert að reyna að þykjast vera eitthvað? Veistu hvað þú voru lengi hérna inn frá? Nei. Páll, þú kemur heim leið út búin að jafna þig. Já. Og verður alheill. Og ég man þegar þú varst lítill, Palli. Og hann Baldvin Bretakonungur eins og hann var kallaður. Kíkti inn í vagniðinn og sagði: það vaka englar yfir þessum dreng. Sestu nú upp, Palli minn. Sjáðu. Hérna myndaður í vagninum. Já, og hérna myndaður í sveitinni. Og svo alla bekkjamyndirnar. Manstu þegar þú komst heim með einkunnirnar? Já. Þá var nú gaman. Já. Já. Óskar. Já, alveg rétt. Gulli pappans mála alltaf landslagsmyndir. Og Kleppur var á þeim. Hann vildi ekki kaupa á honum málverkin, bara því að Kleppur var á þeim. Fólk veist eitthvað á móti spítölum. Æ, mikið hlýtur hann eiga bátt þessi. Já, hann ansi þungur. Brynjólfur geðlæknir gengur með okkur á herðunum. Okkar vandi hans. Ég held hann dveljist meira með okkur en þeim sem heilir teljast. Ég ekki frá því að hann hafi meira álit á okkur en þeim og að lækningarnar séu gagnkvæmar. Gefið gaum að liljum vallarins. Hversu þær vaksa. Þær vinna ekki og spinna ekki heldur. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra.
Akkur eru þið ekki í starfstjálfun eins og allir aðrir? Prjóna eins og kelling? Nei, takk. Ég var ekki að skera mér eyrað í fyrralífi til þess að enda sem ykkur föndrari inn á Kleppi. Hér gilda reglur og ykkur gert að hlýða þeim. Þú, Páll, heldur þú sért eitthvað fínn en aðrir. Þú álítur þig listamann og lítur stórt á þig, en á meðan þú ert hérna tekur þátt í starfseminni eins og aðrir. Ef ég væri kona, getur ekki neitt mig til þess að gangi í kvenfélag. Þegar ég í föndrinu líður mér eins og á kvenfélagsfundi. Samt ég ekki kona. Þetta bara rugl. Getur ekki gefið mér betri ástæðum. Maðurinn á sér 7 líf, jafn mörg og daga vikunar. Og jafnvel þó svo væri það einhver ástæða? Já. Í þessu lífi sunnudagur. Viktor, hvað ertu að pæla? Ég er að reyna að breyta mér í kvaradrótin af 2. Þegar ég hef gert það, þá höldum við á leyndardómnum sem mun gera veraldir að engu. Þá mun ég tvístraði mig svo flugum. Þá verða ný réttarhöld. Ég held þú hefði verið að stúdera upp í háskóla. Svo komu þeir og sóttu mig. Ég hafði tekið bankalán á nafni ríkiskanslarans. Satt heima og var að skála við Himmler þegar þeir birtust. Bankastjórinn sá ekkert athugavert við undirskriftina. Þá var ég að mestu komin út í verklega lyfjafræði. Þannig að Hitler fekk bankalán. Þú útskrifast ekki með neitt prófskírteini. Dyrnar á geðspítalanum lokast. Veruleikinn tekur við. Palli minn, þetta handa þér. Er ekki gott að vera komin heim? Jú. fer í bankan og fá lán. Hann nefnilega þannig að Viktor, hann svo fín. Og þeir lána fullt af peningum. Svo þeir fara að rýna í undirskriftina stendur Adolf Hitler. Og svo komaði með hann alveg í keng. Blessaði Palli, viltu ekki fá þig kaffi? Held ekki.
Ég kem með þér. Heldur að Jesús hafi verið geðveikur? Nei, en hann örugglega settur á geðveikrahæli ef hann kæmi núna. Hvert er það að fara? Til forsetans. Nei, enga vitleysu. Get ég hitt forsetan? Hvað vilt þú honum? Tala við hann? Þú heitir... Óli. Og hvað gerir þú, Óli? Ég... sem lög. Hver er það? Hann heitir Óli. Hann segist semja lög. Já, bjóttunum inn. Það er ekki á hverjum degi sem að ræðir við lagahöfunda. Gjörðu svo vel. Gátt í bæinn. Segðu mér, Óli, gætur ekki hugsað þér að gera eitthvað annað en að semja dægurlög í svona hugskeyta formi? Jú, það er einmitt ástæðan fyrir því ég kom. Ég er nefnilega verið að hugsa að þegar þú lætur að embætti, hvort ég get ekki orðið forseti. Já, svei mér þá. Ég held að þú gæti bara orðið prýðilegu forseti, Óli. Fyrst að ég verð næsti forseti, má ég þá ekki bara fá bílinn núna? Það hlýtur að vera. Það hættir að taka sér anskotans líf. Það er ótrúlegt hvað hann Palli hefur náð sér vel. Nú ætlar hann að losa sig við lífið. Þú sér hvernig menn verða að þessu lífi. Ég sé að menn láta það fara vel um sig. Já, þetta er bara eins og Mallorca. Mér sýnist þú færi í flestan sjó þessa dagana. Ég gæti synt yfir heilu höfin. En vinna. Þér dettur ekki í hug að fara að vinna? Jú. Þú sem að skrifa bók. Skrifa bók? Þú? Það sem ég segi, Halldór Laxness situr út í garði heima hjá sér og lesa klámblað. Laxness? Hver er það? Ég vantar pening. Hún fær ekki krónu. Fæ ég ekki hvað? Heyrðu ekki hvað ég segi? Þú er ekki með pening að gera. Hvað ætlar þú að gera við peninga? Ég ætla burt. Þú er ekkert með pening að gera. Ef þú lætur mig ekki hafa pening, þá drep ég þig! Svona, láttu ekki svona. Ég hringi bara á lögregluna og læt hirða þig. Þú hringir sko ekki neitt! Þá skaltu líka haga þér eins og maður. Þú er í fríu fæðu og húsnæði og getur ekki bara fengið pening eins og þið listir. Get ég ekki hvað? Láta mig hafa pening! Hvað ertu mikið? Látt mig sjá hvað út.
sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm Ætlarðu so með? carefree with a joy that's hard Hvert? to hide. Til Bandaríkjanna? And sometimes it seems that Hvað ætti ég svo sem að gera þar? Þetta er haldið útvarpinu. Komdu með útvarpið! Láttu með útvarpið! Komdu! Ég vonu að geti borðað þetta, Palli mín. Hvað hafið þið eiginlega gert við drenginn? Gert við hann? Hvað meinaru? Hann er svo uppdópaður að lyfjum að hann getur vel að tala. Nú eru páskar og mikið af starfsfólki fríi. Ef við eigum að hafa sjúklingana rólega verður við að gefa þeim lyf, annars er engin starfsfriður. Jæja, þá er ég komin að sækja snillinginn. Blessaður, Rögnvaldur. Já, hvað heimsækja þig? Ég fikk leyfi til að bjóða þér í bíltúr. Hvernig er það inn frá? Ágætt. Þetta er bara svo hver önnur vinna. Nema maður hefur ekki verkfallsrétt. Þetta gekk upp hjá þér, þú ert tannlæknir. Ég hefði frekar viljað að þú verið geðlæknir. Þú segir það? Ég hugsa að þú hefði getað læknað mig. Nei. Þannig að maður er ekki nógu erfitt með að halda sjálfum sér réttur með við strikið. Nei, Rögnvaldur, ég held að sé ekki til neitt heilbrigðara þjóðfélaginu en velstæður tannlæknir á jeppa. Að minnsta kosti ekkert pláss fyrir þá inn á Kleppi. Gættu þess samt, Páll, að Kleppur er víða. Það er sama hvernig litir á þessi geðlækna. Þeir eru ekki eins og fólk er flest. Skák. Vaktin er búinn. Skákin er ekki búinn. Já, klárum skákina.
Skál. Mat. Akkurat. Bless. Fýtt náungi þessi nýji gæslumaður. Allt annað en villi vitleysingur. Hvert þykist þú vera að fara? Ég er búinn á vakt, allar að opna fyrir mér. Vaktin er löngu búinn. Svona, ég er að missa strætó að opna það. Þykist þú vinna hérna? Ég er nýbyrjaður. Þetta segja þið nú allir. Komdu hérna, kallið minn. Komdu, svona. Já, þetta er. Já. Við fórum sólkerfinu og við sá alla liti sem til eru. Ég fór til Kína og skrifaði doktorsritgerð og hún er ekkert ómerkilegur en allt þetta rugl sem þú hefur lesið, Viktor. Hún er Schiller og ég hef oft hringt til Kína og reynt að fá hana. Það bara tekur engin mark á manni þegar maður er svona. Og maður er svona af því að það tekur engin mark á manni. Já. Já. Guðmaður, þið eru búin að fara út allt en ég hef aldrei farið lengra en til Keflavíkur. Hafa menn mikinn áhuga á Schiller í Kína? Já, menn hafa mikinn áhuga á Schiller í Kína. Af því að Kína þá er mönnum ekkert óviðkomandi og þú ert ekkert betur en þeir. Þú trúir mér ekki heldur. Þú trúir bara því sem þú segir að það er ekkert merkilegur en það sem ég segir þó þú segir það. Mætti halda að þessi sýra sem hann tók hafi snúið nettinum við í hausnum á honum. Ég sé ekki að það skipti nokkru máli hvernig hnötturinn snýr. Pétur! Hann er með Kína á heilanum. Það er vegna þess að hann er með svo stóran heila. Ég flaug í alvörunni. Ég hendi mér út af því ég gat flogið. Ég stökk út gluggann. Flaug bara svona. Samt datt ég. Hei, Pétur. Við ættum að fá að fara með nýja gæslumanninum honum Eysteini niður í háskóla. Og athuga með ritgerðina þína. Ég vissum að þeir hafa sent hana þangað. Við getum líka farið að skoða dóttur þína. Páll, þú ert geðklofi. En ég vil meina að geðklofi eigi djúpa rætur í þjóðarsálinni. Sjáðu bara alla þess að trú á álfa og vættir og drauga og tröll. Þetta er bara geðklofi. Já. Ég er geðveikur út af NATO. Ég fæddist sama dag og landið gekk í NATO. Og hverju ári mótmæla komarnir fæðingadegi mínum. Er það nú ekki einum að mikið, Palli minn? Nei. Þetta er allt sama tóbakið. Þjóðfélagið og geðspítalinn. Lestu bara NATO-sáttmálan. Því myndi ég nú aldrei nenni. Sko, þið nenni ekkert að pæla í þessu. Til að halda ránkugmyndum okkar geðsjúklingana í skefjum fáum við lyf, háskammtalyf, gegn sturlunarenginum sem hafa mikla próteinbindingu og sterk áhrif á boðkerfi til heilans. En þjóðfélögin þau verið sem við vopnum gegn öllu brjálæðin í heiminum. Þannig að heimurinn í smælkuð mynd af geðsjúkum manni. Vitfertur klofinn eins og krónísk ránkugmynd. Þess vegna segi ég, þegar við gengum í NATO var ringulreiðin í höfðum mínu staðfest af ríkisstjórninni. Þú ættir að skrifa bók þessar hugmyndir þínar. Getur vel verið að gera það. Segðu mér, Páll. Hvað finnst þér Sláturfélag Suðurlands? SS? Mennur pulsurnar eða? Nákvæmlega þetta sem þú sagðir. SS. Finnst þér ekki alveg makalaust, Páll, að stærsti matfælaframleiðandi landsins skuli sætta sig við sömu skammstöfun og var á stormsveitum Hitlers?
Ef þú heldur svona áfram er ég ansi hræddur að við verðum að skipta stól. Þið Pétur fáið bæjarleyfi. Með Eysteini. Þetta dóttir mín. Þú veist að það er búið að banna þér að koma hingað. Ef þú sjá þig aftur hérna, þá hringi á lögregluna. Hafði ekki heyrt söguna af Marco Polo og undirskáli. Kínverjarnir sem Marco Polo heimsótti, þeir höfðu skál ofan á bollann sem þau drukku te úr, sem er þetta rökræð. Þau voru notuð til að halda teinu heitu. Svo gerist það á sjóferðinni yfir hafið að skipið vaggaði svo mikið og allt. Skálinn fluttist undir bollann og hefur verið þar síðan. Það er nefnilega svo margt í menningu okkar sem er misskilningur. Bíðið hérna aðeins. Þeir fundu ekkert. Pétur! Hjálp! 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 Hvað er hinn vildsingurinn? Ég veit það ekki. Þegiðu, haltu kjafti! Þið ætlaðu að reyna að strjúka helvítis fíblinningar. Býtu hérna. Grafkyrr! Hann er sloppinn. Ég veit. Lögreglan. Förum við ekki að jarðarförinni?
Ekki ég. Nú? Akkur ekki? Hvað ætti ég að gera þangað? Ég sé ekki betur en það sé allt einn samfelld jarðarför. Pétur var vinur okkar. Ég sakna hans. Skiptir ekki máli. Maður fylgdi öllum þessum geðsjúklingum til grafar. Sæti maður fastu við kirkjubekkina. Svo finnst mér leiðilegt í jarðarförum. Take a sad song and make it better. Maður gerir nú fleiri en mann þykir skemmtilegt. Ég fer ekki. Það bara einum geðsjúklingnum færra. Tala ekki svona. Við erum allir jafnir frammi fyrir Guði. Jafnvel þó við séum veikir. Við erum englar. Englar alheimsins. Hætt þessu rugli. Guð hefur engan áhuga á okkur frekar en öðrum. Hann er dauður. Nietzsche drap hann. Hvernig fór hann að því? Bara með einni setningu. Hann sagði, Guð er dauður. Og þá skildu menn að það er málið. Ég veit að Pétri þótti vænt okkur. Við vorum vinir. Kjaftaði. Að við séum vinir sýnir best að við eigum enga vini. Það verður líka menn. Tökum til dæmis þá þarna niður á þingi. Svoleiðis menn sérðu alls staðar. En svona mönnum eins og okkur kynnustu bara inn á Kleppi. Hættu þessu rugli. Menn. Ég veit ekkert jafn ógeðslegt og menn. Við erum engir andskotans menn. Hvað erum við þá? Farandskuggar. Dauði. Þú talar dauða. Jarðarfarir. Vináttu. Þetta er allt saman kjaftaði. Okkar dauði þýðir aðeins sparnaði heilbrigðiskerfinu. Ef þú vilt gera skattborgurunum greiða, gaktu þá út og hengdu þig. Þú ert algjör nasisti. Já. Ég veit vel að Dolly lét drepa geðsjúklinga. En athugaðu það að hann var aðeins að framkvæma það sem aðrir hugsa. Það gengur eitthvað á. Nei, við erum bara að ræða málin. Ég hef verið að hlusta á ykkur og þó ég sé að semja þá heyr ég vel hvað þið segið. Og við þið, Viktor, vil ég segja þú ert ekki vitur maður þó þú hefur lesið marga bækur. Því maður verður ekki vitur að þið lesa bækur. Ég til dæmis get aldrei lesið nema 2 línur þá gefst ég upp. En samt veit ég að Búdda sagði að betri sá sem kann lítið í ritningunni og fer eftir henni en sá sem kann mikið í ritningunni og fer ekki eftir henni. Sko, Óla. Þetta er rugl. All you need is love, du-du-du-dum. All you need is love, love. Love is all you need. Þú með þitt bítla kjaftaði. Við förum að jarðarförinni, en það er ekki þar með sagt að við þurfum að vera viðstaddir. Það er ekki vegna þess að okkur þykir ekki vænt Pétur, heldur vegna þess að við viljum ekki vera fyrir.
Það er eins og þeir segja í fornsögunum. Þetta var sannkölluð Bjarmalandsför. Lengi á eftir myndist enginn á bæjarleifi. Ég legg á það áherslu við ykkur að ykkur er treyst. Ég er samt ekki viss að við hefðum viljað missa af neinu. Þið fáið að fara að jarðaför. Farið á eigin vegum, einir án gæslumanns. Aðalatrið er að ykkur er treyst. Þið eigið að sanna að þið séu traustsins verðir. Já. Við getum farið á mokka og fengið okkur kaffi. Það væri gaman. Mér finnst þetta frekar að fara á grillið. Hvaða grill? Nú, grillið á Hótel Sögu. Það er ekkert annað almennilegt grill í borginni. Ég hef ekkert efni á því. Ekki ég heldur. Ég séu mína menn. Takið bara niður þessi fíblalegu hárbönd, þá eru þetta allt í lagi. Við erum að færa ykkur þetta. Það er eins og Viktor sé hér á hverju kvöldi. Þetta er allt í góðu lagi. Ég sagði þeim væru frændur mínir úr afskekktum dal norðan heiða. Trúðu þeir því? Já. Ég sagði þau sjaldan komið til borgarinnar og ég væri að hjálpa ykkur að selja jörð. Spurðu þeir hvað þú gerðir? Nei. En ég sagðist vera fasteignasali. Borðið er tilbúið. Þið þurfið bara að hugsa um matið, strákar. Ég skal velja vínin. Ég ætla bara að fá það sama og þú. Já. Ég treysti þér, Viktor. Já. Ég held að í forrétt velji ég glóðasteiktan humar. En í aðalrétt oppbakaðar nautalindir. Frábært. Meiri háttar. Óli, þetta er bara eins og að borða með forsetanum. Þá er það sem sé markastir í skal hvítvín með forréttinum. Og þetta gamla rauðvín hérna, Fontarís du Joux með aðalréttinum. Þá er þetta allt klappað á klástrákum við. Svona ætti þetta alltaf að vera. Stórfínt. Það er ekki verið að skaða því.
Hugsið ykkur, ef við værum inn frá, þá væri það í hæsta lagi bjúgu með uppstúf og oraböðum. Ég æli við tilhugsun. Skál fyrir Pétri. Skál. Skál. Það má segja að þetta sé svona eins konar erfidrykkja. Þetta er erfidrykkja. Svona kveðjum við vin okkar. Hann er farinn, kemur ekki aftur, en við sitjum hér og minnumst þess. Skál. Getum við ekki bara að láta hann skilja flöskuna eftir? Nei, svoleiðis gerir maður ekki. Við pöntum bara aftur í glösin. En ef þið viljið þá á ég mokadól með konjakinu. Já, nei takk, ég held ég fái bara frekar ís. Sama hér. Heldur þú myndir vilja færa jarðeigendunum hérna meira kaffi, annan konjak og flottasta ísinn sem húsið býður upp á. Sjálfsagt. Og vindla. Og fá reikningin leið. Og konjak. Sjá ég. Flottur reikningur. Það er engin öryrkjabragur á honum. Nei. Þetta gildir ekki sem ávísun. Við erum allir vistmenn á Kleppi. Verið svo vinsalegir að hringja á lögregluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð. Við getum vel hugsað okkur að koma aftur. Já. Sjó! Gætur hann okkur komið með könnu af köldu vatni? Hefur að fara með hann á stöð? Nei, ég talaði við stjóra, hann sagði við ættum bara að fara með á beintinn á Klepp. Einmitt. Æja, strákar, hvernig var maturinn? Fín. Ég hef aldrei smakkað svona góðan mat fyrr. Og fenguðu vín með? Já. Og vindla líka? Já. Kúpuvindla frá Kastró. Þið eru nú meiri karlarnir. Jæja. Þið eru svalir piltar. Yfirþjónninn hringdi og sagði mér allt sem gerðist. En það eru ekki þið sem páðið skammirnar, heldur við. Viktor, þú koma hérna inn. Réttast væri að berja ykkur hraustlega.
Þið ljúið því að þið ætlið í jarðaför, en svo kemur lögreglan með ykkur draugfulla af veitingahúsi þar sem þið pantið alla fínustu réttina á þess að eiga krónu. Ég sé enga ástæðu til að ræða þetta við þig. Við hvern ætlar að ræða þetta þá? Brynjólf. Brynjólf? Þið ætlið kannski að hafa hann með ykkur næst. Þér verður að minnsta kosti ekki boðið með. Úrþvætti. Þið eruð ekkert annað en bölvuð úrþvætti. Nei! Nei! Brautið þið helviti niður strax! Ég tók þessu sem hverju öðru gríni, gömlu kaldhæðninni. Enda langaði mig ekkert til að deyja þá, þegar ég stóð við hlið þessa manns, sem sýndi mér hvílíkur vinur hann var, að hafa ekki gleymt mér, þó búið væri að jarða mig lifandi, og enginn þyrfti að vita af mér. Það er auðvelt, Palli. Bara stíga á bensínið. Aumingja Rögnvaldur. Honum sem gekk allt í haginn. Þetta hús og bíl og góða konu. Gáfi börn. Gera þeim þetta. Já, Rögnvaldur Kleppur er víða. Ekki aðeins spítali, ekki aðeins höll, heldur minnstur ofið úr þráðum svo fínum að enginn greinir þá. Hvorki keisarinn né börnin, hvorki ég né þú. Þá er ég farinn. Enginn í minni stöðu ætti að láta sig dreyma að komast hærra í þjóðfélaginu en upp á efstu hæðina í öryrkjablokkinni. Þessi múr getur hrunið, en múrarnir milli mín og heimsins hrynja aldrei. Þeir standa óhagganlegir og traustir, jafnvel þó enginn sjái þá með berum augum. Þú hefur ekki gætt englanna þinna. Það rignir. Já. Hvað er að frétta Kleppi? Á Kleppi? Ég hef ekki farið þangað lengi. Hann er víst ekki lengur svipur hjá Sjón. Þangað fara menn ekki lengur nema alheilbrigðir. Menn verða að koma þangað sjálfviljugir núna. Það gera fáir. Svo þegar maður er veikur, er ekkert pláss. Það er víst aðalega starfsfólk þarna inn frá núna.
þetta að fara? Út í regnið. Láttu hamborgara mig vera! Þú skuldar með pening. Síðan hvenær? Bara, þú skuldar með pening. Þú skalt ekki þurfa að ljúga upp á mig. Ég skulda þér ekki neitt. Þú skuldar með 5.000 kall. Nei! Þú ert að ljúga! Komdu með hamborgara minn! Ég á hann í svangur! Sérðu ekki að éta hann? Þú blindur af hann? Ekki til það. Ertu með pening? Nei! Víst ertu með peninga! Ég á bara afganginn og örorkunni! Ég heiti Konráð, þetta er þátturinn Konni á kvöldvakt. Þið getið hringt inn núna. Það er ýmislegt að gerast og alltaf gaman að rappa á síðkvöldum. Og munið að lögin sem ég leik eru lögin ykkar. Konni? Já, það er ég. Páll? Sæll. Þú þekkir mig? Jú. Ég hef talað við áður. Það passar. Ég var í bænum. Það réðust að mér 2 menn. Hvað segir? Tók af mér alla peningana mína. Nú? Ég á ekkert að borða. Þeir átu hamborgaran. Ég er öryrki. Ekki að því að ég yrki hratt. Nei, ég skil þig. Heldur að þið get ekki gert neitt. Nema að vera hér, tala við því síma. Já, það er leitt að heyra, Páll. En hvað get ég spilað fyrir þig? Er ég í útvarpinu? Já. Ég vil heyra My Way. Þannig ég geri allt My Way.
Húsvörðurinn sagðist hafa sett dótið þarna ofan í. Draumar. Á botni þeirra skynjuðum við vægðarlausa aðför veruleikans. Ég sigli hinn bláa sjó í híbýlum föðurins. Faðirinn vitjar netana, við komum drekkhlaðnir í land. Hér á þessum framliðnu miðum engin kvóti. Hér í djúpi eilífðarinnar ligg ég kaldur og einn. Ég heyri þytinn í trjánum.